Já, þá komin að 5. verkefninu þess að gera smá þakkallaplan. Lítið og einfalt verkefni sem þarfnast kannski smá útskýringar samt. Það byrjaði því að duplikera eitthvað view og breyta ásýndinni. Þannig að ekki skemma það sem þeir að vinna með, heldur duplikera það og svo fyrir við view reynsir og skilgreinum aðra ásýnd ofan á hlutina og sjáum þess að view reynsir hjá mér við sjáum að þetta er greinilega hefur kopra aðra hægna, við sjáum að þetta er associated with level 2. Ef við værum með associated with level 1 þá þurftum við að setja hærri tölu hérna, þannig ég set bara tölukopplinn þannig ég sker view mitt fyrir ofan þakið. Þannig ég sé ekki að skera vekk, heldur ég sé að skera henni loft fyrir ofan og horfir henni svo niður. Síðan þarf ég að slökkva ýmsum hlutum sem skiptir ekki máli, slekka öllum hérna dótinu sem ég var að búa til áðan í 4. verkefni og hurðum og öðru sem standa henni út og síðan þarf ég líka að slökkva, við sjáum að ég kveiki hérna þá vil ég alltaf slökkva á svona pöllum hérna og ég vil líka slökkva á farginu hérna eða mósanum, hvað svo sem þetta var, sandfarg og einangruninni líka. Þannig að ég hafi í rauninni bara steipuna hérna, steipan var alveg sér objekt og ef ég klikka þess á það, segi ég element properties og editera það og editera structure og þá segja ég vil hafa variable hérna. Það þýðir ég get verið mismunandi þykkt og það það sem ég er að gera, ég er að þynna niður eða þykkja upp, því bara túlka það. Steipana til þess að búa til rásið fyrir vatnmýtlarinn eftir niður og ákveðna staði. Þetta þakk hérna hins vegar að ef ég skoða það að þá sé ég að steipan er variable þannig að en einangrun og fargið það er fast þannig að það hallar er alltaf þessi þykkt og hallar svo bara eftir þeim hallar sem er undir sem er steipan. Ok. Ég sé núna, sem ég var að segja á það með view reyns, ég var alltaf helvítið stellaði á mér. Það sem ég hef gert þetta hjá mér var að svo ég hafði steipun hérna gráa, þá hafði ég hérna þessa hérna overræta, þannig að ég segi bara að surface patternið á þessu eigi að vera sama lit og steipa sem er skorinn. Þannig að ég overræta default kitið. Síðan þessi veggur hérna, hann ætti það ekki verið neitt. Hann var orginal, þannig að ég er að taka henni snið í þessa veggi hérna, einhver staðar á þeim stað sem þessi hérna veggur er sýnilegur. Þannig að hvað er ég að segja? Við tökum hann snið og ég er að taka með þess að skera þá eitthvað staðar á svo bíli hérna til að fá skurði í þetta hérna. Ég er alltaf að overræta þessa veggi þannig að þeir ætti að sjást eins og þessi hérna en ég er greinilega að overræta þessa veggi í ásendinni minni, sker þessa veggi eitthvað staðar hérna og svo bjó ég til hérna eitthvað plan region og hafði það langt fyrir ofan, þannig að ég er bara að horfa ofan á þennan platal dot hérna
en ég að skera þessar ekki hérna. Dálítið flókið en greinilega var eitthvað að drykja mig til þess að fá það ásýnd sem ég vildi. En hjá ykkur það challenge þar en ég að fá fólk með svona svipað ásýnd eins og ég með hérna. Þannig að það sé eins og þessi að horfa ofan á hlutina. En samt rauninni að þessi að sjá stifta kantina sem steipur. Og kannski ekki teiga það er svona þægilega að sjá steipunni hérna skera sig úr. En hvað það? Við erum búin að fela alla hluti heldur sem við erum sjá. Við erum búin að stilla view okkar þannig að við horfum á þetta svona eins og við komum til með að vilja sjá með ýmsum trikkum og tilfæringum nema hvað að svo því vel objectið að þá er ég með þetta hérna shape editing. Ef ég er búin að gera allt fullt af ykkur rugli þá get ég alltaf að reset það shape og þá fæ ég bara orginal hluti minn svona og þá vil ég maður samt undjóta hérna en þess að ef ég lendi í vandamál þá get ég alltaf bakka þú þurfi ekki að stróka alveg objekti út ég bara eyði þá þessum tilfæringum á objektinum en ef ég vel í þetta hérna þá ætlum ég að búa til punkt hérna og við sjáum að það er náttúrulega ákveðnir punktar alltaf í öllum hornum en við ætlum að búa til ykkur auka punkta. Ef ég segi modify sub-element þá get ég sagt farið með músina mína í ákveðin punkt og hérna er þessi hápunktur þá er það rauninni 0 hérna en allir lágpunktar hérna að þeir eiga að vera -90 fyrir neðan uppalega punktinn. Þannig að allir þessi punktar hérna eru hápunktar þannig að það er 0 vantarlega á þeim. Þessi punktur hérna er þá með -90 og síðan er þá þessi punktar hérna fyrir ofan. Þetta er þá hápunktur líka en þessi punktur hérna er þá aðeins ofar heldur neða þannig að vatnið næri þá rennur þá frá þessu hingað niður. Það getur alltaf sjálfum sér verið 0 líka en þessi er 0 og þessi er 0 og þá náttúrulega getur þessi líka verið 0 og þetta farið beint hérna niður. En þannig að það sem þið ætla að gera þið ætla að reyna að gefa setja inn þessa punkta hérna og annarkvort búið til punkta og þá býr hún sjálf til þessa línu hérna og stundum er betra að búa til split línuna sjálfur og til þess að ráða brotinum en hún alltaf býr þá til brot til þess að geta verið með þetta lærra þá verður eitthvað staðar að brotna þá býr hún til brotlínuna sjálfur þannig að þið ætla að færa þessa punkta hérna og þið náttúrulega ætla að gera þetta betur en ég og sjá að staðsningin þessa punkti hérna sem er málsett að það náttúrulega verið beinu flúti við þetta eins og það grennu hérna og skiljan því akkur ekki alveg upp við hérna er að er hérna eitthvað stöðar að það kemur innstiftur brunnur hérna sem hefur ákveðna vít og þess vegna þarf að vera ákveðnis fjallar frá segbúin hérna. Og svo rennir ekki með gat hérna í vegginn úr þessum innstifta brunni sem við tegjum þessu ekki. Þannig þið ætla að setja hérna nokkra punkta að þess að leikur með þetta og ef þið leikið ykkur of mikið þá getur alltaf að resetta það eitthvað nýtt. Þetta er tiltölulega fljót gert þegar það er komið en það er smá mói að átta sig á þessu samt í upphafinn þannig að prófið þetta og sjáu hvað þetta gerir okkur og svo setja þetta reyningar upp á
upp á blað og við þurfum ekki að setja textan hérna en verið þá svipað eins og í gluggateikningunni með snyrtilegt, einfalt ásýnd á hlutinn þar sem bara það sést sem skiptir máli. Ég ætla ekkert að kóða að setja hérna á neitt. Og það ágætt að setja þessar pílur hérna. Ég hef nú viljað að það kemur sjálfkrafa, að það var í gáfað en gerist það ekki. Þetta hérna ég bjá bara til svona generiska blokk, svona almenna blokk. Ég sagði hérna new family og við fórum þá hérna ekki með þetta í template fyrir model hluti heldur undir annotation. Fórum hérna bara í generic annotation og teiknaði bara lítið merki og setti hann sinni inn og síðan bara spurningum að snúða þessu og spegla þessu og gera eins og knappar. Þannig að ef ég var að gera mig hérna þá myndi ég síðan segja mirror og þá get ég klikkað á þessa línu og þá fær ég hlutin inn. Man ekki hvort ég nátti að sagt ykkur en þið ljótið að hafa fundið út þegar þið þurfa að spegla að þessi mirror hérna að þá klikka ég á hérna ás þannig þá eitthvað objekt sem hluturinn sem speglaður en svo get ég líka bara eins og ég geri AutoCAD sagt draw mirror axis að það hluturinn speglaðs hvaða ás sem ég teiknar Já. Þannig að gangi bara við. Leysum þetta á mitt tíma.